Aukinn fjöldi ferðamanna kallar á nýjar áherslur í samgöngumálum. Segja má að samgöngur séu forsenda fyrir uppbyggingu og vexti ferðaþjónustu og grunnurinn að því að ná markmiðinu að jafna dreifingu ferðamanna landið. Á samgönguþingi Markaðsstofu Norðurlands sem haldið var í Hofi á Akureyri voru þessi brýnu hagsmunamál rædd í þaula. Það eru 50 flugvellir á Íslandi sem eru í notkun í dag. Þar eru 13 áætlunarflugvellir. Og þetta náttúrulega eins og við höfum alltaf sagt, þetta svona grunnurinn í almenni samgöngukerfi flugi á landinu sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt bæði fyrir þéttbýli og dreifbýli landsins og verður náttúrulega passa mjög vel upp á það að það gerist ekkert það sem að dragi úr notkun almennings á þessu samgöngutæki. En notkunin, hún hefur dregist saman? Já, hún náttúrulega búin að vera mjög sveiflukennd. Hún búin að vera upp og niður, fylgir svo sem ýmsum sveiflum, hvort sem það eru efnahagssveiflur eða hvað það en það svolítið erfitt að sjá það núna kannski á síðustu 5 árum hefur þetta verið á niðurleið. Þrátt fyrir það að við séum að sjá verulega fjölgun ferðamanna í landinu og Íslendingum nú ennþá að fjölga, þannig að þetta ætti nú að vera svona minnst gott einhver uppgangur en við höfum verið að sjá svona síðustu 4 ár meira og minna þetta liggja niður og við viljum gjarnan að það verði rætt hvernig hægt að stoppa þessa þróun og spyrna þarna við fótum. Flugvellinir á Norðurlandi, hversu margir eru þeir? Við erum með 4 áætlunarflugvelli, það er á Þórshöfn, Húsavík, Akureyri, Grímsey, en svo erum við með samtals, ef við tökum alla lendingarstaði og velli þá eru samtals 13. Það er mikill þrýstingur frá sveitarfélögum og heimamönnum allstaðar að viðhalda völlunum og byggja það upp. Já, auðvitað vilja allir hafa góðan flugvöll nálægt sér, en við leggjum áherslu á áætlunarflugvellina, við verðum að reyna að halda þeim góðum, þannig að fókusin er á þá. Það er mikið talað að það sé nauðsynlegt að viðhalda vegakerfinu, en hefur umræðan flugvellina, hefur hún orðið svolítið út undan? Já, ég held að það megi alveg segja það. Við verðum að reyna að fá meiri peninga inn í kerfið til þess að geta haldið flugvöllunum góðum. Umræðan sem að fer fram, hún snýst sumstaðar ansi mikið að fá millilandaflug en ekki kannski að styrkja innanlandsflugið. Einmitt, það er mjög mikill fókus að fá millilandaflug og það er það sem við erum líka að hugsa á Akureyrarflugvelli. Við erum náttúrulega viljum hafa gott innanlandsflug en við erum líka viljum fá millilandaflug hingað. Erum við að tala of mikið millilandaflugið, Jón Karl? Já, ég er búin að vera mánuð í þessu starfi og ég hef ekki fengið eitt símtal út á innanlandsflugi en ég er búin að fá ansi mörg út á millilandaflugi þannig að menn eru mjög uppteknir af því og skiljanlega. Ferðaþjónustan hefur náttúrulega vaxið gríðarlega undanfarna ár og svo sem ekkert sem bendir til annars heldur en að það haldi áfram. En sko menn verða bara hins vegar að horfa á þetta í því samhengi sem þetta er. Innanlandsflugið verður að vera grunnur. Það, þó að kemur 2-3 millilandaflugin á eins og Akureyrarflugvöll á dagjafel, þá myndi það varla standa undir rekstri á slíkum flugvelli. Þannig að við verðum bara að tryggja það að hér sé bæði gott innanlandsflug og síðan er ég alveg viss það að á næstu árum þá mun millilandaflugið koma ef að markaðssetningin og vinnan er gerð rétt. Hvað er það sem að þá til dæmis Akureyringar þurfa að gera? Akureyringar hafa reynda verið að gera mjög fína hluti og byggja upp sína markaðssvæði því að það er á endanum þannig að við verðum átt okkur því að fólki sem kemur það er nú bara fólk eins og við, ég og þú og við förum á staði af því að það er eitthvað á stöðunum sem okkur langar til að sjá. Þannig að okkur vantar segla, okkur vantar einhverja svona hluti sem draga menn verða að sjá. Þetta eru nokkrir hlutir á Íslandi, Bláa lónið hefur byggst mikið upp og við þekkjum þessa staði. Þetta verður að tryggja hér á Akureyri og þá koma erlendu ferðamennir á staðinn og þeir gera það svo sem í dag en meira í hringferðum. En til þess að tryggja beint flug þá verðum við að fá þá menn til þess að vera tilbúin til þess að koma hingað inn vegna þess að staðurinn hefur eitthvað upp á að bjóða. En getur við ekki fengið erlenda ferðamann með innanlandsflugi? Það er hægt að gera það og hann hefur verið vaxandi þar og það kannski er ennþá meira sláandi þú horfir á tölurnar um innanlandsflug að erlendu ferðamönnum hefur verið að fjölga þannig að Íslendingum hefur verið að fækka enn hraðar heldur en kannski tölurnar sína og það er áhugjefni sem að verður bara einfallega að ræða og reyna að finna leið á. Við höfum verið að velta fyrir okkur í dag, það er auðvitað verið að leggja heilmikinn pening í rekstur flugvalla, það fara 2 milljarðar árlega af almannafé í reka flugvalli. Þannig að þetta er svo sem alveg fullt af fjármagni. Við erum svona verið að velta upp hvort það getur hugsalega verið gáfulegra að menn færa að styrkja frekar flugleiðir heldur en flugvellina. Það er ein hugmynd sem ætti alveg að velta upp og athuga hvort að menn verður þá til í að tryggja þá almenningssamgangnakerfið betur þannig inn. Þannig að ég held að fyrst og fremst núna þurfum menn að setjast niður og fara að ræða hugmyndir hvernig er hægt að snúa þróuninni við og spyrna við fótum. Millilandaflugið það mun koma, ég er alveg klár á því. Við höfum sett okkur mark, við segjum bara Akureyri þetta á að vera 500.000 manna flugvöllur eftir svona 10 ár.
Það er svona markmið sem við viljum gjarna setja. Hann í dag rétt innan við 200.000, þannig að það er nóga verk framöndan og það er fullt að tækifærum. Ráðið þið við að taka á móti 500.000 farþegum hérna á Akureyri? Já, ég held að við gerum það. Við erum að markasetja völlinn mikið erlendis, við höfum verið að fara á Roots Europe og við til viðbótar við innanlandsflug þá viljum við fá reglulegt millilandaflug. Svo verðum við bara að sjá ef það tekst þá þarf að fara að skoða málefni flugstöðvarinnar og stækkun á henni. En þarf ekki að ráðast í nennar endurbætur og framkvæmdir til þess að fjölga hér farþegum 300.000 á ári? Það er erfitt að vita nákvæmlega hvað mörkin eru, en við þurfum bara að byrja og reyna að fá ferðamenn hingað, svo bara þurfum við að fara í framkvæmdir þegar við sjáum að þess er þörf. Hvenær sér þú fyrir þér að hinga til Akureyrar fljúi reglulega 2 til 3 flugfélög? Ég myndi giska innan 3 ára, allavega innan 5 ára. En ég held að þessi styrkur sem ríkið er að koma með núna, Route Development styrkur, ég held að hann eigi eftir að hafa mikil áhrif og það eru mjög spennandi að sjá hvað gerist á næsta ári. Og við erum búin að fara tvisvar Akureyrarflugvöllur sjálfstæður á Roots Europe að hitta flugfélög og við höfum séð mjög mikil mun á þessu 2 skiptum á 1 ári og við höfum fengið fyrirspurnir frá erlendum flugfélögum og heimsókn í seinasta mánuði frá erlendu flugfélagi sem var að taka flugvöllinn út. Þannig ég held að þessi styrkur eigi eftir að breyta mjög miklu. En maður heyrir það svona að almenningur býður óþreyju fullur, þú hefur skilning á því? Ég skil það, maður vil geta farið bara til London frá Akureyri eða Kaupmannahafnar, en það er mikil áhersla að fá ferðamennina hingað til þess að bara hjálpa ferðaþjónustunni að jafna álagið allt árið þannig að við fáum fleiri á veturnar. En öll svona markaðsvinna, hún tekur langan tíma? Já, mjög langan tíma. Maður þarf að vera þolinmóður en vinna vinnuna samt. Maður verði átt að því þetta er langhlaup og Íslendingum er nú svona kannski ekki oft gjarnt og tamt að vera í langhlaupi og við viljum gjarna taka þetta í svona rókum en þetta tekur mjög langa tíma. Maður verða bara einfallega að byggja upp og maður verða að vera með gott plan og vinna saman. Við erum nú ekki kannski allra stærsti áfangastæður í heiminum og Norðurlandið er ekkert stærra heldur en Ísland allt, en Ísland allt stærra heldur en Ísland allt. Þannig að við verðum bara að taka þessa vinnu eins og hún er og okkur hefur gengið mjög vel og það er ekkert annað en tækifæri því og mikil tækifæri og þannig að menn fyrst og næst að taka höndum saman og finna leiðina.